nema hvað, þetta bara svona frekar venjulegt hús utan frá séð, ekkert merkilegt. Ég labbaði þarna inn og eigandinn sem svona eldri kona með litað eitthvað svona brjálæðislega rautt hár og það hefur einu sinni verið fjólublátt og svona leifar af því í, ógeðslega hress, nýbúin að fá sér að reykja og var bara eitthvað halló, velkomin með svona þykkum skoskum hreim. Það lagði mjög mikla áherslu á það að það væri ókeypis kaffi og te og keks. Alltaf bara, hún bjóði teboll og keks og ég var bara, nei, ég er rosa góð dag samt fyrir. Og efri hæðinni, þar stuðið, ok? Og þetta var svona stórt hópaherbyggi. Á móti þessu stóra hópaherbyggi var annað stórt hópaherbyggi. Þar var verið að sýna klámmynd á svona risa skjávarpa og þar voru bara svona margar dýnur eiginlega bara á móti hvort öðru og svona meira svona aflíðandi bekkur, þú veist, ekki svona liggjandi bekkur, svona aflíðandi bekkur. Og svo ennþá lengra niður ganginn voru 4, minni mig, já, þú veist, ég var ekki kannski alveg að telja, en voru nokkur svona prívat herbergi og þar gildi svolítið reglan, það lokað og þið þarf að vera boðið inn. Þar eru 2 vinkonur, eða þú veist, ég segi bara vinkonur, þar eru 2 stelpur og þær eru bara svo ég sletti, living their best life. Það bara slatt af tippum og höndum og kynlífstækjum og stunur og sviti og læti og já, bara það alltaf frétta. Og það var bara allir sem vilja koma, mega koma og það sá ég að eins og einn gaur hann setti hendurnar sína svona fyrir framan sig og svona passaði hann á augnsambandi við hana og sko, þær færðu sig frá bekknum og sófabekknum hana og yfir á dýnuna og ég get svo svari fyrir að úthaldi sig þessar konur höfðu, ég var bara sveitt að horfa á þær sko. Ég var að koma á kynlífsklúbb. Þið öll hérna, þið fenguðu kannski bara göngutúr í hádegishléinu, borðuðu kannski bara núðlur og vöfruðu eitthvað síman ykkar. En ég var að horfa á fólk gera það og njóta sín og það var gaman.